Já, hæ Meja. Nú ætla ég að gera vídeo fyrir ykkur. Hvað er komið ástinni, allt með ástina, eitthvað svona bara, eitthvað sem kemur upp. Það byrja því að fá eitthvað hérna úr teningunum mínum. Fyrir Meyjuna. Hvað er það sem ég þurfa að vita? Ástina. Þið fáið hérna 9. Það getur náttúrulega verið líka september. Fiskana og krabbi. Getur verið einhver sem tengist einhver sem í þessu merkjum, sko. En ég myndi segja að núna þið svolítið í svona svolítið í að reyna að manifesta eitthvað svona bara fyrir ykkur sjálf. Það eitthvað sem ykkur svona sem að hugsa og þetta eitthvað sem að tengist ykkur. Já, það gæti verið eitthvað sem að halda aftur af ykkur líka. Tilfinningarna eða eitthvað svoleiðis, Það eins og allt sé svona eins og eitthvað finnst eins og að segja allt svona eins og lúkbók. Eða kannski þið búin að vera eins og lúkabók. Og það bara eins og svona konfliktar svona í sjálfum ykkur svona að tala og svona já, svona eins og komið tími til þess að opna sig og kannski hafið þið verið af því líka, Og það svona þeir að komast í svolítið í balans. Það eins og ég finn hérna, þá það að fara inn á nýtt skeið. Það svo víst Gæti verið að segja líka að loka einhverju kafla svona eitthvað. En ég ætla að fá hérna 1 fyrir eitthvað. Já, það eitthvað samt við tíma líka, að það svona koma nýjar svona hreyfingar og það svona eins og bara komið tími til þess að fara einhverja aðra leið. Heldur vorið, að fara svona gæti verið einhverja flutningar eða einhverja breytingar hérna líka. Eitthvað ferðalag. Og það gæti verið bara eitthvað svona já, það eins og að komið tími á svona að gera einhverja breytingar og þeir svona búin að vera í svolítið svona já, lokgraf og eitthvað svolítið, Það núna þið svona tilbúin svona að vera með og sýna ykkur. En já, ég þurfti endilega að koma sér já, frá mér. En hvað komið í ástinni? Það ekki að fara í þetta. Eitt fyrir Meyjuna. Já, eitt fyrir Meyjuna. Gata von Dulsen. Ég get ekki lesið þetta. It's all right. Stop beating yourself up. A little indulgence in balance is healthy. Já, ég kannski bara lesið þetta en get ekki lesið þetta.
Svo var ég með útskýringu á þessu bara fyrir neðan vídeóið. Já, ég ætla að fá hérna með þessu. Já, það sem ég fæ úr þessu spili hérna, það er eins og að þið hafi verið svolítið að aftra ykkur svolítið og þið eru svona búin að sjá það núna hvað þið hafi verið að aftra ykkur með að þið megi vera óþekk og megi hafa gaman og eitthvað svoleiðis sko. Og það er svona eins og þið hafi svolítið sett svolítið dekk á okkur. Þannig að ég sé breytingar hérna með það og það er hérna, maður sjá hvað kemur meira hérna með varðandi ástina fyrir að koma inn, Guardians the Hierophant. Þetta geti verið samband eða eitthvað sem að þið eru að taka eftir. Geti verið einhver líka í nautsparkinu eða þá eitthvað að þið eru að sjá hlutinu svona nýju ljósi geti verið eitthvað. Kannski varðandi einhverja manneskju og þetta gæti náttúrulega verið bara þið sjálf líka sko. Það gæti verið líka að sé einhver hérna í kringum einhver sem er að leiðbeina einhver líka. Sjá hvað kemur með þessu. Já, Crossroads. Þið verðið svolítið svona varðandi þessi mannesku, þá verðið þið svolítið svona í krossgötum svona hvað að gera. Þetta er eitthvað sem er að valda eitthvað svolítið svona já, svona veit ekki hvert fótina eigi að stíga eða hvert það eigi að fara og eitthvað leið sko. Og þið hafa svolítið verið að setja okkur svolítið í þægindaramman sko. Og það er svona að koma svona breytingar, þeir eru að sjá svona nýja leiði núna hvað þau vilja gera. Og það er þarna manneskja þarna kannski inn í lífi hvað sem hefur verið svolítið að setja okkur þarna líka í svona einn balans. En það eru breytingar þarna með þetta að gera. Og það kemur rosalega mikið Five of Swords hjá okkur. Það er svona eins og þau þurfa að losa eitthvað svona, já, svona konflikt eða það þurfa að keppast eitthvað eða hafa betur eða eitthvað slið sko, í þessu ströggli sko. Og það getur verið kannski einhver þarna í lífi eitthvað sem hefur verið að setja ykkur í þann pakka líka sko. Og það er svona eins og þessi konflikta sem er hérna hjá okkur. Og það getur varða líka samband líka sko, og að það er svona þarf einhvern veginn að þið þurfum svona að finna hvað þið viljið og hvað leið þið viljið fara eða hvað er að gerast í kringum ykkur. Það er eins og það er svolítið þannig sko. Svona svolítið leitandi. Og það er einna manneskja sem kemur inn í lífi ykkar. Gætu verið þá líka eitthvað sambandi við Mæ líka að það hefur verið svona einhverja breytingar sem að sett svona eitthvað úr skorðum sko. Eða manneskja hefur komið inn í lífi ykkar þá. Þetta er svona að vera í febrúar.
En núna er þetta bara svona eiginlega svolítið hulið fyrir ykkur. Þið sjáu ekki þetta sem að koma inn til ykkar og það kemur svolítið fljótt inn. Og svona samskipti og eitthvað svona breytingar eða eitthvað sem að koma inn til ykkar. Og já, það kemur sterkt fiskur hérna inn. Það getur verið eitthvað í fiskamarkinu, greinilega. En svona, núna þið bara svolítið í limbo hvað þið gera. Þið svona hafi haldið ykkur svolítið niðri, sko. Ég finn það rosalega mikið hérna að þið eru búin að halda ykkur svolítið föstum í sama stað. Já, í til dæmis. Hvað koma í ástina fyrir megina? En það gæti verið einhver manneskja sem vill halda eitthvað svolítið föstum. Að hafa ykkur hérna á sama staði eins og alltaf. Einhver manneskja í kringum ykkur. Og það eins og þau þurfa svona að vera alltaf þurfa að vera að verjast eitthvað, vernda ykkur eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er eftir að koma núna, það er eitthvað samt við september, svona að þið sjáu eitthvað koma inn sem að þið hafi tilfinningar til og verðið spennt fyrir og svona. Það er eins og þið þurfa að loka á eitthvað sem er að draga ykkur niður og það gæti verið annarkvort ykkur manneskja eða þá bara þið sjálf. En í september þá kemur eitthvað og vont inn sem að myndi ég segja sem að já það er svona eins og þurfa að taka ykkur svona ákvörðun þá gæti verið að kannski þið eitthvað svona ykkur ákvörðunartöku núna. See the other person's point of view. Já, þetta minnir mér svolítið að þurfa að horfa svolítið öðruvísi á hlutina heldur en gerði áður, sko. Svona vera eins og gíraffinn, svona sjá heildarmyndina, svona horfa yfir. Það er bara eitthvað í ykkur sem að stoppa ykkur, að hleypa ykkur inn, kannski. En það er greinilega ykkur hérna sem að vill koma inn en þið eru svolítið svona í ykkur vörn. Þið eru svona kannski, já, svoleiðis. Gæti verið að sé svolítið svona í svona taka til, hreinsa til hjá okkur og þið eru svolítið í svona rebirth svona tímabili núna, smá tímabili núna í júlí og til þess að hleypa þessu nýja inn sem að koma til ykkar. Og mér finnst þetta að vera þá frekar eitthvað nýtt.
talking, interest in conversing more. Þau verði svolítið núna, það svona í samskiptum, getur verið eitthvað á netinu. Eða þessi mann sem er að sýna ykkur áhuga. The golden mirror. Gæti verið þessi manneskja sé svolítið svona, það gæti verið hræðsla að þessi manneskja sé svolítið bara, að þetta sé bara frá ykkur en ekki frá hinni manneskjunni. Það er eins og að það er ástæðna og einhverjar tilfinningar, en það er svona hræðsla að vera svona, vera særður eða særð og þau eru svona, já, það er eitthvað samt við það varðandi ástina. Eða kannski hafi verið í ykkur svona one-sided sambandi eða eitthvað svolítið áður kannski. Og það er eitthvað svona þannig hræðsla. En þessi þið verði í svona byrjunarstigi svona í, það er svolítið svona eins og bara smá eitthvað svona lovebombing tímabili. Jupiter og Love Strikes. En það er eins og að þið þurfa svona, þessi manneskja gæti verið með lítið sjálfstraust líka. Að það er eitthvað sem eins og þurfa að laga eitthvað, að komast yfir eitthvað. Þannig að sjá hvað kemur meira þetta fyrir ykkur. Mér finnst eins og að þið séu eitthvað svona í svona ykkur þessi tímabil núna að þið hafa dregið ykkur tilbaka svolítið frá ástinni eða svona, og í svona, það getur verið að sé eitthvað svona konfliktar eða eitthvað svona í gangi akkurat núna og þið veit ekkert hvað þið standið og hvað er í gangi og eitthvað svolítið og þið getur svona, já, svona þurfum við svolítið að horfa í speilin og svona sjá hvað þið viljið eða hvað skref þið viljið taka. Þetta er svolítið svona eitthvað þannig í gangi. And talking með the lovers. Getur verið eitthvað í tvíbaramerkinu. Lovers er tvíbur og Maja náttúrulega. Ace of Wands, Six of Wands, Seven of Wands. Það er nýbyrjun, nýtt samband. Það gæti verið að sé eitthvað manneskja sem er í svona defense, eða svona í vörn og svona hræðslu að sé að vera að koma aftan að sér sko og svona vera að fara á bakvið eða eitthvað svona. Og þetta kemur sem samskipti koma rosalega fljótt sko inn. Það vill eitthvað svona að gera nýja byrjun eða eitthvað slið sko. Það gæti verið, já, eins og muni finnast eins og þetta sé gott þess að vera satt sko.
En þetta manneskja sem það getur séð, það mikið vons hérna, það svona action, eitthvað svona sem við komum vera að gera og eitthvað svolítið sko. Það gæti verið eitthvað tengst líka í júní, þessi nýja byrjun, eða þessi passion, eða svona, þessar breytingar sem það eftir að sjá. Og ef þau eru í sambandi þá, svona, getið svona fara að koma ykkur út úr þessari vörn, sko. Það þurfa að vera að verja ykkur, það kemur svona breytingar í sambandinu. Það gæti verið að þið hafi verið í svona konfliktu við þessa mannesku kannski áður eða eitthvað, það eitthvað svona, kannski hafi verið í samband áður og það eins og þurfa að laga eitthvað, það kemur Temperance og Nine of Wands, það svona eins og eitthvað, þið hafi verið sært eitthvað komið upp á, en það eins og að það koma balans á það sko, og það eftir að koma manneskja inn. Þetta manneskja sem að ber tilfinningar til ykkar. Það getur séð framtíðina. Það gæti verið eitthvað svona toxic og eitthvað svona, gæti verið eitthvað annað með eða eitthvað, ég veit ekki. Eða svona King of Cups. Já, hrútur, ljón og bóamaður og svo sportryggi eða krabbi. Þið eru í svona, núna þið svolítið að losa og svona hýla eftir eitthvað svona toxic samband og þið eru búin að taka kannski of langa tíma í það að yfirstýra þetta svona sko. Þetta gæti verið ykkur í steingetinni sem að sýna ykkur áhuga eða þið hafi áhuga. En það kannski eitthvað sem að hefur áður vill koma inn aftur og þið eru svona, þurfa að taka svona eitthvað ákvörðun. En það eitthvað sem að vill í action, hvað sem þið eða hinn aðilinn sko. Mikið áhuga hérna og það getur verið svolítið svona, já, svona smá obsession í gangi hjá okkur mannesku sem vil fara eitthvað lengra með eitthvað. Það eitthvað sem vil fara lengra og vera að gera. Two of Wands. Gæti verið sko þessi manneskja þið hafið tekst áður að það svo sér svona, þau þurfa að fara svona lengt með þetta eða eitthvað. Það svona eins og, það svona eins og gera hlutina og eitthvað svona, það getur verið svona drykkja eða eitthvað svona toxic. Eitthvað svona í gangi. Gæti verið sem kannski komið bara í júlí. En það eins og að þið svona, það eitthvað samt í september að þið getið bara svona að njóta ykkur og eitthvað sko. Það eins og að þarna, þetta tímabil eitthvað núna svona eins og að
þið þurfið svona að passa ykkur á líka að hleypa ekki neinu svona inn sem að getur verið að skaða kannski eitthvað varðandi ykkur og þið þurfið svolítið að passa ykkur á því. En það í september sem ég sé eitthvað koma inn og eitthvað sem að þið getur bara að vinna úr og svona verður að ykkur sambandi eða eitthvað slið sko, hvað maður að segja. Gæti verið ykkur 26, 36, 62, 56, og 44 líka. Klukkan. Needing time, cycles takes time to heal, processing. Taking charge, risk, not shown hands, gambling. Gæti verið sko eitthvað vill koma inn líka sem að ekki alveg að sína hvað það vill líka, en svona kannski bara svolítið að tjekka hvar hún eða hann hefur þig. Camera. Reminiscing, making memories, learn from the past, perception. Já. En já, það eins og að þau svona ekki alveg tilbúin að leipa þessu inn aftur. En það hérna einhver samskipti sem að eftir að koma inn sem eftir að sýna ykkur áhuga. Og vill gera nýja byrjun, það alveg svoleiðis. Og eftir kannski ykkur endir, og þetta gæti verið líka svona eins og þið hafa haft eitthvað saman og eitthvað eða þá það sem þið held að veri búið og ekkert að gerast og við ætti ekkert, þá það sko þessi rebirth sem að fara núna að fara að sjá eftir að þið svona fóru að sjá svona meira hlutina í betri ljósi. Það þessi hérna, farin að sjá hlutina miklu skýrar. Það eins og, það hefur verið eitthvað svona, gæti verið kjaftagangur, eitthvað tal eða eitthvað svona snákur eða eitthvað svona sem verið svolítið að setja eitthvað út á eitthvað. Við sé hérna, já, það eins og, ég finn hérna að það eins og að sé svona eins og eitthvað svona sem að fylgjast með og svona sjá hvað það hefur þig og eitthvað svoleiðis sko. En það verður, þetta eitthvað sem að þið lokið alveg á og það kemur þetta nýtt eitthvað inn, nýja breytingar sem að lofa góðu gæti verið í langtíma samband. Sýnist það. Ég sá hann hringja þarna. Ég ætla að fá aðeins og þessu verið lokað. 9 og Pentacles. Þið svolítið að setja bara ykkur í fyrsta sæti. Þið vitum svona eftir að vera búin á krossgötu þá sjáðu núna hvað þið viljið og það alveg hellingur hérna.
búði, þetta sé það. Og þið eru svolítið svona bara, núna bara eiginlega svolítið að gefa ykkur svolítið ást og þegar þið gerir það þá fáið þið, kemur ástin inn. Þið hættið að spá í þessu, hinnu, dótinu. Það kemur daginn. The Four of Swords. Þetta er eitthvað sem hefur verið lengi að koma inn en það er eins og að þetta var alveg þess virði að bíða eftir og þessi tími sem þið tóku frá fyrir ykkur var alveg þess virði. Og ég ætla að fá eitt svona bara hvað chakra svæði þið þurfið að svona meditate á. Það er crown chakra. Það er svona að ná áttum. Meditatið á crown. Sjá þetta spirar. Heyrðu, þið láta þetta bara duga fyrir ykkur með að og þetta er ennþá sem sjá ekki að það kemur mjög mikið á óvart. Bye.